Úrvalið af Bertoni í djós. Þátturinn í boði djós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go! Já, sælverið og velkomin í taktíkina. Handbolti, fótbolti, fjalla, hjólreiðar. Áttu eitthvað sameiginlegt? Ég veit það ekki. Við ætlum að komast að í þættinum. Hérna til mín setti ég komið með Dag Gautason, vinstri hornamann hjá KA. Velkomin. Takk fyrir það. Þú varst núna í verkefni með landsliðinu. Þar unnu þið silfurverðlaun, ef ekki tala um að vinna silfurverðlaun. Jú. Þó að silfurverðlaun sé nú alltaf að þá tapir maður úrslitaleiknum. En þú ert valinn þar í úrvalslið mótsins. Hvernig tilfinning var það? Hún var mjög góð sko. Það var eitthvað sem ég var ekki alveg búinn að búa undir. Það kom strax eftir tapleikinn, það satt svolítið í manni. En jú, það var að sjálfsögðu mikið hleiður og mjög gaman og maður gerði sig grein fyrir hvað væri stórt eftir leik að vera valinn í úrvalsliði á svona stóra móti. En það mjög gaman. Þú náttúrulega til þess að tala um hversu stórt þetta þú ert 50 Íslendingunni sem lendir í þessu að vera í yngra landsliði og vera valinn í úrvalslið á stórmóti og þú ert þarna í hóp með þvílíkum stjörnum í handboltanum. Þannig að framtíðin björt. Já, vonum það. Næstu verkefni með landsliðinu. Núna ertu hvíldur í vináttuleikjunum. Það verið að gefa bara öðrum sénsinn. Þú ert ekki dottinn út úr hópnum. Nei, ég hugsa nú ekki. Þetta nýtt svona að gefa okkur hinum pásu sem við höfum verið í þessu og nota til að finna nýja leikmenn og auka breytana kannski. Það sem að við erum með verkefni núna jólin, Sparkarnir Cup, þar sem að við eigum tid til að verja, þannig að við erum bara að fulla undirbúið okkur undir það. Þú varst í mjög stóru hlutverki hjá KA í Grill 66-deildinni á síðasta tímabili, líki hlutverki og í raun alveg magna með við hvað ert gamall. Kannski minnir okkur á hversu gamall þú ert. Ég er 18. Í líki hlutverki í Grill 66 og það alltaf til bara stóra hluta þér í ólistildinni hjá KA. Já, ég fékk mjög stórt hlutverki fyrir þar sem ég töluvert stærra en ég átti von á en mér fannst ég bara eiga skilið, mér fannst ég standa mig vel og svona en bara þakka þjálfarunum fyrir að gefa mér traustið, þeir hjálpuðu mér mjög gegnum þetta. Fékk að upplifa bæði svona hæðir og lægðir gegnum tímabilið sem fyrir allt í reynslubankann sko. Þannig að þetta var í rauninni bara mjög lærdómsríkt tímabil hann í Grill 66 og undirbjó mann fyrir allt annað. Núna Ólís og EM í sumar og bara framhaldi í rauninni. Og þú skrifur þetta 2 ára samning þarna þegar þið komist upp í Ólisteildina og þar tekur þjálfari liðsins og segir að þetta sé bara lykill í framgangi félagsins að verða stabíll Ólisteildarklúbbur. Það svolítið gaman að heyra það á þessum aldri. Já, algjörlega sko. Eins og segi, hann á mjög stóran þátt í því sem ég hef verið að gera undanfari. Ég hef gefið mér mikið traust og svona. Þannig að já, það sjálfsögðu þá var þetta gríðilegt hrós og mann leið mjög vel þegar maður skrifaði undir 2 ára samninginn. Kannski leiðileg spurning, hvernig verður maður svona góður í handbolta? Þetta hlýtur að vera dálítið margt sem þú þarft að leggja áherslu á. Já, það náttúrulega auðvelt svar bara að æfa sig sko, en maður er að leggja sig 100% fram og hlusta á þjálfarann. Ég hef verið það heppinn að vera með mjög góða þjálfara bara frá því ég byrjaði sko. Núna sérstaklega síðasta 1,5 ári sem að bara gera allt til að gera maður betri, þannig að það hjálpar líka. En maður verður að sinna þessu áhuga og að sjálfsögðu æfa sig. Það einhver fólkin í þessu og þegar maður á þessum aldri, maður kannski að fórna einhverjum ísrúndi eða einhverju pizzuferð, leggst þetta bara vel í því? Já, þetta náttúrulega, það erfitt. Ég hef sleppt alveg töluvert miklu af félagslífi núna síðustu 4 ár kannski, en svona eftir á þegar ég lít tilbaka þá get ég alveg klárlega sagt að þessi þess virði. Og það náttúrulega bara eftir að sjá meira kannski uppskeru þess seinna meir, þú veist, þegar að fara að ganga betur með landsliðinu og stefnan hjá þér að fara að ganga svona vel í yngri landsliðinu, það lítur bara að vera á A-landsliði, það líkur beint við. Já, sjálfsögðu, maður sér síðan hvernig það þróast en jú, sjálfsögðu stefnan sett þangað sko. En hvernig að vinna þetta með skóla? Er það ekkert mál? Jú, það getur verið það. Ég hugsa að ég hafi ekki alltaf kannski skilað öllu og staðið mig alveg nógu vel, mætt í tíma og svona, en það hefur alveg
gengið þokkalega svona með að við hingað til sko. Eru kennararnir að sýna þessu skilning? Það er kannski ef þú skorar 5-6 mörk í leik að þá kannski sýna þessu skilning frekar eða hvað? Já, algjörlega. Ég myndi mér sem segja að ég hef bara sloppið frekar vel hjá kennurum í menntaskólanum núna. Þeir sýna sér mjög mikið skilning og áhuga og bara, ég er eiginlega bara mjög þakkláttur fyrir að hafa haft marga kennara núna þessi 2 ár. Og líka þessi ferðalög náttúrulega, landsliðið tekur líka tíma og þú ert að vera að fara söður, bæði á æfingar og í leiki. Nær það mæta vel í tíma? Já, svona, misjafnt. Það eru nokkur tímar sem ég þarf að sleppa, en já, eins og ég segi, kennarinn sýnaði mikinn skilning, þannig að það hefur allt gengið upp, sko. Hvernig finnst þér að vera handboltamaður hérna á Norðurlandi, hérna á Akureyri? Heldur að sé öðruvísi aðstæður eins og fyrir sunnan? Ég hef rauninni ekkert hugsað út í það þannig, sko. Mér líður mjög vel hérna, þannig að ég hef bara, eins og ég segi, ekki hugsað alveg nógu vel út í það. Núna eru þið á fyrsta ári í Ólisteildinni, gríðarlega stórt stökk úr Grill 66-deildinni. Hvernig finnst þér þetta verkefni? Þetta er náttúrulega allt aðra kempur sem þú ert að slást við á vellinum núna. Já, þetta er náttúrulega gríðarlega spennandi og maður hefur náttúrulega fylgst með þessari deild bara sem maður var 10 ára eitthvað. Þannig að það er mjög gaman að vera loksins mættur og fá að taka þátt í þessu. En þetta er erfitt en mjög skemmtilegt verkefni. Fyrrum landsliðsmenn að koma allir baka heim og spila í deildinni. Þú ert kannski að spila mót einhverjum fyrirmyndum þarna inn á vellinum? Algjörlega, fullt af þeim sko. Þannig að sem er mjög gaman. En eins og næstu skref hjá þér, sérðu fram á að taka nokkur ár hérna á Akureyri eða ertu farin að fá einhver símtöl að utan? Nei, ég hef ekki fengið neitt en sem bara skiptir ekki máli. Ég hefði neitað í öllu sko. Mér líður mjög vel hérna á Akureyri og stefna að vera hérna sem lengst bara. En svona í framtíðinu, við horfum ennþá lengra, 5, 6, 7 ára plan. Er það að fara út? Já, sjálfsögðu að fara út og ég mun skoða það þegar því kemur en eins og staðan er núna þá einblíni ég bara á að spila hér. Og svona með verkefnin með landsliðinu, nú hefur því gengið mjög vel, ekkert svo langt síðan en það er svona kannski í smá lægð núna. Sérðu fram á það, er draumurinn að fara ekki í silfrið heldur að fara kannski í gullið á Ólympíuleikum? Já, ég er svo sem kannski ekki komið það langt en við verðum bara að sjá hvernig málið þróast hjá landsliðinu. Það er náttúrulega kynslóðaskipti núna en við verðum bara að sjá hvernig það verður. Þú ert gjaldgengur og hefur verið gjaldgengur núna í yngri liðin hjá KA líka. Ertu að spila eitthvað með þeim meðfram þessu? Já, ég gerði það í fyrra. Ég spilaði einhverja, held ég, 7 leiki með 3. flokk og einhverja nokkra með U-liðinu. Svona þegar álagið var kannski ekki sem mest með meistaraflokk sem var bara gott að fá að vera í aðeins öðruvísi hlutverki kannski. Vera sá sem er með reynsluna í staðinn fyrir að vera þessi ungi sem er mjög gott, það er mjög lærdómsríkt en já, það er líka gaman að vera bara með félögunum aftur. Það sem við höfum verið með í gegnum yngri flokkana. En núna í Ólisteildinni, núna ertu bara með meistaraflokk? Hingað til. Ég veit ekki hvort ég eftir að spila einhverja leiki með 3. flokk í vetur. Vonandi, ég var alveg til það en maður svona náttúrulega sjálfsög gengur meistaraflokkurinn fyrir. Tíminn runnið frá okkur Dagur, takk hérlega fyrir spjallið. Dagur Gautason er nafn sem þið ætlaði að leggja á minnið núna. Kíkjum í auglýsingar. Bosvíl skyrtur í miklu úrvali. Þátturinn er í boði í Jóð. Taktíkin er í boði Lemon á Akureyri.